Og ef að hjarta einhvers hefur stoppað í smá stund á hann, ekki þegar hún var hérna heldur þegar ég var hérna síðast, þegar ég sagði að það var í árið 2010, þá er það ekki rétt. Það er 2012, bara það sé alveg á hreinu. En hérna eftir smá stund, meira tónarflóð, Retro Steffson eftir smá stund. Já, það er gott að það er búið að leiðrétta þennan misskilning fyrir Ólafi Páli, þetta sé árið 2012. En það er mikið stemming hér, Eyvar Pálsson er að ljúka sér af og fullt af fólki er eins og Arnar Húll taki endalaust við. Já, það er svona ljúf stemming og fólk er bara sest hérna niður, þvílíkur snillingur sem þessi stúlka er. Já, þetta er margföld gæsahúð. En við erum komið með góða gesti. Já, þau eru hér. Svanhildur Konráðsdóttir og Jón Gunnar, borgarstjóri. Verið velkomin og gleðilega hátíð. Já, takk sem leiðis. Takk fyrir það, takk sem leiðis. Herru, nú upplifði ég svona stemmingun í dag að það voru allir svo vingjarnlegir og svona þjóðhátíma kannski bara að fara að passa sig. Hvernig upplifðið þú þetta, Jón? Já, ég fannst þetta alveg bara með einstaklega vel hefnað og fólk alveg einstaklega gott og glatt og það er kannski líka bara veðrið, sko. Það hjálpa töluvert til. Það hjálpa mjög mikið til. En ég heyri að þú ert orðinn háselskan. Hvað þarf borgarstjóri að gera á svona degi? Hvað þarf hann ekki að gera? Hann byrjar. Já, farðu með okkur í gegnum þetta, bara alveg. Þú fyrst nú að skjóta byssu til dæmis í dag. Já, ég byrjaði daginn á því að afhenda hús. Síðan fór ég og skauta byssu. Síðan hélt ég einar 5-6 ógleymanlegar ræður. Og var gerður mjög góður rómur af þeim. Og ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvaða ræður það voru, en þar voru allar hver annari betri. Ég get loftað þetta, þær voru ógleymanlegar. Það er greinilega mikið að gera, en Jón, hefurðu tekið áður þátt í áður en þú varst borgarstjóri? Tókstu þá þátt í menningarnótt? Bara sem borgari. Þá leyfði ég mér að ráfa, fara í bæinn og ráfa með fjölskylduna, en ég leyfði mér það ekki lengur. Nú er ég með bara fyrirfram skipulagða dagskrá. Við vorum svo stressað og myndir ekki komast hingað því að við sáum með þig og Jóhann hérna ráfa hérna í áttinni til okkar. Já. Vorum að rifja upp gamalt rjáð. En Svanhildur, þú þekkir nú menningarnótt frá byrjun. Hvenær byrjaði þetta? Hvað er þetta búið að standa lengi þessi? Hvað höfum við verið að halda menningarnótt oft? Þetta er í 17. sinn, þannig að hann er komin svolítil reynsla á þetta. Það er reyndar, við byrjum að halda hana höfuðborgarstofa sem sagt 2003. Þannig við það er líka svona fyrir að slípast vel til, en þetta er langur tími og menningarnótt komin á unglingsaldurinn. Þú sagðir að hún væri komin með bílpróf, nei það sem hún gæti tekið bílpróf, en þú vonast til hún gerði það ekki. Þannig við erum eiginlega á sömu sjálf með það, en þetta er alltaf jafn yndislegt og bara frábært. En það er nú einhverja minningar sem standaði upp úr frekar en aðrar eftir öll þessi ár. Er eitthvað svona sem að þú manst eftir? Já, við vorum að tala um það áðan, menningarnótt er til að skapa minningar. Já, sko það er ein sem að öllu öðru ólöstuðu sem að er algjörlega ógleymanleg og voru tímamót, ekki bara fyrir mig, heldur fyrir ég held 90.000 aðra Reykvíkinga, Íslendinga og það var þegar við heldum í fyrsta sinn stórtónleika hérna. Það var á miðbakkanum og þegar Bubbi lauk þessu með Fjöllin hafa vakað og ég held að hafi aldrei fleiri Íslendingar komið saman á einn stað. Þetta var í fyrsta sinn sem við upplifðum svona þennan massa og þessa samkennd. Þetta er eitthvað sem ég allavega gleymi aldrei, það var stórkostlegt. En munið einhvern tímann eftir svona góðu veðri? Það hefur verið ansi gott veður áður. Ég held eins og Jón sagði, sko, það er líka sól í sinni í dag sem er svolítið einstök. Það er ekki bara þetta yndislega veður, heldur bara er stemningin svo góð. Já, þetta helst í hendur, veðrið og fólki. Já. En Jón, það er ekki hægt að hleypa þér hérna í burtu. Síðustu helgi þá varstu hérna með grímu í Gay Pride og út af Pussy Riot. Nú búið að dæma þær í fangelsi. Hvernig líður þér með þennan dóm? Mér finnst þessi dómur bara ömurlegur og lýsi algjöru frati á hann. Og ég harma líka ákvörðun borgaryfirvalda í Moskvu að setja 100 ára banna á Gay Pride-göngur. Mér finnst þetta bara kjánalegt. Sérstaklega í ljósi þess að við höfum svo skemmtilegar hátíðir hér í borginu okkar og við vitum hvað þetta getur verið skemmtilegt. Nákvæmlega. Við segjum bara til hamingju með daginn. Já, takk svo með leiðis. Sem að fara að gefa boltan aftur yfir á stóra sviði þar sem Ólafur Páll er. Bara þakka fyrir. Ánægilegt spjall. Takk. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Jæja, tilbúin fyrir meiri músík? Við komum hérna á Frankfurt, spiluðu á festivali í Frankfurt í gærkvöldi, borðuðu morgunmat í Frankfurt
flugu svo hérna heim í hádeginu og þau eru komin. Þau hafa leyft okkur að heyra 2 smelli af væntanlegri plötu, 3. plötunni sinni sem kemur út núna í haust. Þau heita, og takið vel á móti þeim, gefið þeim gott klapp, Retro Stefson! Halló, getið þið rétt upp hönd? Við erum Retro Stefson. Okkur finnst mjög skemmtilegt að vera hér og ég vona ykkur veist það sama. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp á honum. Það er miklu skemmtilegra að standa upp. Og svo er allir að hlaupa niður á sviðinu og hlaupa. Þau hljóta að smakka það sem ekki má. Vín reyða beljuna, draðu góða fugljara. Dregur fyrir sól, æskan og leifir sér. Lyftingar í nóvember, jó. Lappar, koffin til þú skall. Þingar í gleðileg til skólinu lokaður bann. Á önn boðar ekki bönn. Gjafinn að koma saman. Jólaöl og jólamat. Velvakanda svei. Velvakanda svei. Getið gætið sungið með. Velvakanda svei. Ok, í næsta viðlagi þá eigið þið bara að syngja, bara Arnarhólskórinn. Og þegar þið syngjum Velvakanda svei þá verður að gera svona á sama tíma. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin? Ok, við skulum öskra í staðinn. Nú ætlum ég að kenna ykkur mjög einfalt dansspor. Ég vil að þið lyfti upp höndunum og líka þeir sem sitja í brekkunni. Ég ætla að biðja alla sem eru með mjög sítt hár og mjög stutt hár að hreyfa hárið!
Takk hella. Eru þið tilbúin í smá diskókennslu? Nei! Eru þið ekki öll tilbúin í diskókennslu? Það kynna sig diskókennarann úr Mosfellsbæ. Haraldur Ari Stefánsson. Já. Mér langar að biðja þá sem sem sitja þarna í hlíðinni að reisa sig upp á hnén svo ég sjá þið betur. Þá fæ ég meiri hlýju frá þeim. Fyrsta sporið er svona. Ég veit ekki hvort þið skiljið þetta en þegar allir vera með, það er mjög flottar í sjónvarpinu. Spor nr. 2. Þriðja sporið er frá Akureyri. Það er svona. Og þá er komið að tvíþætta sporinu. Við ætlum að hoppa og hlaupa á sama tíma. Takk fyrir. Og svo ætlum ég að biðja ykkur að kenna mér hvernig á að vera sexy á menningarnótt. Er enginn sexy á menningarnótt? Er ekki allir sexy? Ok, þið fá annan séns í miðjulagi til að vera sexy. Ok. Við þurfum að gera svona aðeins betur. Ok, slökkum ljósin. Lokum augunum. Ég held við þurfum að prófa þetta aftur. Höfum mjög hátt í píanóinu. Eru þið tilbúin? Ég vil sjá allar hendurnar upp í loft! Þetta lukkar mjög vel. Og syngja! Miklu hærra!
Fyrir þá sem í hlýðinni, ég ætla að biðja ykkur alla að setjast niður. Ég ætla að biðja ykkur öllum að setjast niður. Þetta er eins og í kirkjunni, það er allir að fá sér sæti. Og við förum á kirkjunni inn á fótboltaleik. Eru þið tilbúin? Fá ykkur sæti. Allir að setjast niður. Fá ykkur sæti, jú. Og það er bannað að miða sig. Það er allt í lagi. Það verður ekkert mál. Ok, við erum mætt hérna, við erum komin á Valur KR. Eru þið tilbúin? Þá verðum við að fagna eins og við séum á fótboltaleik. Má ég heyra? Þið eru að gleyma að syngja. Ok, við erum alltaf miklu að hefða. Svo til ég að skora, þá fögnum við mjög mikið. En fyrst, öskum við mjög mikið. Aðeins meira! Og gerir svala hluti, spilast undir lútó. Þekki ég þetta fyrir sætuna á þessu landi. Ég er helviti heitur fjandi. Og að geti mér að ná, lútó fyrir aldrei. Bakið lás og slá. Bakið lás og slá. Frá botti til kvöld. Allt fyrir mótinu. Í næsta viðlagi langar mig að sjá alla hoppa 4 sinnum til hægri og 4 sinnum til vinstri. Eru þið tilbúin að hoppa? Eru þið tilbúin? 1, 2, 1, 2, 3, go! Call me when it gets cold outside. That's what she said when she means it. Call me when you know right. That's what she said when she means it. Close our eyes tonight. Imagine it's to my time. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it all. She's gonna have it all. She's gonna have it. 19 and that
gonna have it all. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it. She's gonna have it all. She's gonna have it. Call me when it gets cold outside. That's what she said. What she said when she means it. Call me when you know I'm right. That's what he said. What he said when he said. Call me when it gets cold outside. That's what she said. What she said when she said. Call me when you know I'm right. That's what he said. What he said when he said. Takk fyrir, þetta var nýr lag. Og næsta lag líka nýr lag. Við þurfum smá klapp frá okkur. Satisfaction, and if I die in the climate of joy, my saving God takes no action. Takk fyrir. Þetta lag getið þið heyrt á netinu. En nú er komið að rómantísku lagi. Þeir sem að kunni texta þið með endilega að syngja með. Þetta er seinasta lagi okkar og svo skulum við kannski gefa Eivur gott klapp. Ef við ekki að gefa Eivur gott klapp. Við vorum að horfa á þetta líka sjónvarpinu fyrir aftur, þá var það enn baknum. Svo er KK eftir okkur. Ok, takk fyrir okkur.
of silver in my hair and this with the style is mainly like just imagine we could stay till noon in the middle of June and we'd have some servants, they tend to sing for you. Oh, 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 oh. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the tragic fella is part of your imagination. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo off the tragic fella is part of your imagination. Þið tilbúin í meira hopp? Þið tilbúin í meira hopp? Nú vil ég allir í brekkunni standa upp. Okay, hey, five, 3, 2. Queen Star, my vinda, dreyma, Gloria, Victoria Falls. 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 Oh, 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 oh. Ég vil að þið öskri. Aðeins herra. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. The tattoo of the catchy fella is part of your imagination. We can walk our thoughts together. You know I don't like pets, don't bother. Your tattoo of the catchy fella is part of your imagination. Á bassagítar, Logi Petró Stefánsson. Bróður hans bjó einu sinni með honum á Grettisgötunni. Hann er fluttur út. Hann er kallaður Fugmeister. Unnsteinn Manuel Stefánsson. Gefum gott klapp. Hérna alveg einu megin í blárri peysu er teknó-gítarleikarinn Þórður Jörundsson. Þið megið ekki stoppa, þið verðið alltaf áfram að dansa. Með hendurnar. Á synthesizer höfum við librasta synthaleikara Evrópu. Hún er úr Þingholtunum og heitir Þorbjörg Róts Gunnarsdóttir. Mér að hægri hönd er hásmeistarinn
Bíða aðeins. Ég vil að þið lyftið upp höndum. Er hásmeistarinn Jón Yngvi Sælingsson. Svo megið þið að þegar með gafina. Næstan á svið kynni ég Unnstein Manuel Stefánsson til að kynna mig. Alla leið frá Njálsgötu gegnum Mosfellsbæ. Hann spilar á tambúrinu. Og hann spilar á kúabjöllu. Og aðalega spilar hann á ykkur. Já! Haraldur Ari Stefánsson! Síðastur en ekki sístur. Maðurinn minn sem kendi mér að hrista tambúrínuna og slá í takt. Lúðrasveitamenntaður úr Vesturbænum. Gylfi Fríland Sigurðsson. Næst á svið býð ég ykkur og það eina sem þið þurfum að gera er að hoppist átt og þið kynnt. Sjáumst á Factory á 8 morgun.